Að vera hrossaræktandi mikil þolinmæðisvinna og ástríðubúskapur eins og Baldvin á Torfunesi orða það. Að minnstakosti ef þú byrjar frá grunni og fyrstu minningar Baldvins hestastús eru frá því að hann var 3 ára. Síðan þá hafa hestarnir átt hug hans og hjarta og hann hefur lagt ómælda vinnu í það að rækta og ala keppnishesta alla tíð. Hann var því vel að því kominn að fá heiðursviðurkenningu Félags hrossabænda árið 2019. Þetta er náttúrulega komið gríðarlega óvart og átti nú ekki von á þessu og það er náttúrulega fyrst og fremst þakklæti fyrir það að hafa fengið að njóta þessa tímabils í þessum störfum og þakklæti til þeirra sem að sáu það og útbjúgu þessa viðurkenningu og veittu hana. Bara þakklæti, ég hef ekkert annað til. Þegar viðurkenningin var veitt á uppskeruhátíð hestamanna var farið yfir feril Baldvins í tali, tónum og myndum fyrir gestina. Þetta var svo vel gert líka og rifjað upp fyrir manni, þannig að þá sér maður þetta svona í öðru ljósi. En maður verður að viðurkenna það að það var nú ekki laust við að maður klökknaði. Já. Ég verð bara að viðurkenna það. Þú viðurkennir það. Ég skammast mín ekkert fyrir það. Nei. Þetta þótti mér ákaflega vænt um. Þegar þú svona lítur yfir, nú ertu náttúrulega nýbúin að fá að sjá þetta, hvernig aðrir sáu þetta fyrir sér, ferilinn. Þegar þú svona lítur tilbaka, hvað stendur upp úr? Það er náttúrulega bara svo margt. Þetta er búið að vera skinn og skúrir eins og það stendur. Sviti og tár og það er náttúrulega alltaf þessar glæsilegu stundir. Maður gleymir alltaf vandræðunum þegar maður sér bara þegar hrossin mín að skora á stórmótum og í sýningum og keppnum og maður sér líka ungviðið fæðast og maður sér hvað maður hefur verið hvað kom núna til dæmis þegar maður var að hugsa í fyrra þegar maður leti hrissuna undir þennan stóðhest og svo sér maður allt í einu afraksturinn bara hérna á jörðinni og það er náttúrulega auðvitað toppurinn á þessu að sjá býtu var ég að vaða reyk eða er eitthvað þarna sem að ég var að búa til. Að gera rétt. Já. Það hlýtur að vera, þetta hlýtur að vera svolítið langt ferli að koma sér upp góðum hestum. Já, og það er náttúrulega það sem að mér finnst standa upp úr í þessu núna hérna hjá mér auðvitað þegar maður fer að horfa á það er sko þessi ræktun er nánast öll út af einni hrissu. Hvað hét hún? Toppa. Toppa. Já, og ég hygg að þú spurðir áðan þegar við vorum að spjalla hvort ég væri hjátrúarfullur en ég veit ekki hvað að kalla það en ég lít svo á að þetta hafi verið sending frá ræktunarguðunum til þess að láta mig hafa því að ég hef hún fæddist mér ekki þá fæddist hún föður mínum en ég fór að tamda hana og sýnda hana og fekk svo undan henni afkvæmin. Hún hefur verið uppsprettan af þessu? Hún er uppsprettan, en það er nefnilega svo að því að ég lít þannig á að ræktunarguðinn hafi sendt hana að það var þannig að faðir minn keypti hrissu á Sólheimagerði í Skagafirði 5 vetra gamla, 61. Og okkur þótt hún digur þegar hún kom í ágúst, en í nóvember var allt í einu komið folald út á túni með hestunum. Það er Toppa sem þar kom. Hún hefur verið laumufarþegi þarna á Skagafirði. Hún var laumufarþegi og það er svo gaman að því að svo er maður búinn að rækta út af henni og kvika undan henni og Bylgja undan henni. Bylgja kom í heiðursverðlaun, Röst undan Bylgju, hún er komin í heiðursverðlaun. Fékk Glettubikarinn 2016. Elding fékk Glettubikarinn núna, dóttir Rastar. Þannig eru 3 ættliðir komnir í heiðursverðlaun þannig að maður spyr sig, er það þá ekki vísbending það að þarna sé komin einhver massi sem að sé að sanna sig? Getur þetta ekki alveg verið svolítið erfið atvinna? Eða þú veist, þetta er mikil vinna. Já. Þetta er náttúrulega bara ástríðubúskapur. En sko, peningar er ekkert allt. Það er að líða vel hérna og það verður engin pínt mér til að vera í þessu. Nei. Og þetta er
auðvitað er þetta kallað svona hálfgerð fötlun, sko. En manstu eftir því að einhvern tímann ekki verið með þessa fötlun? Nei, alls ekki, sko. Ég held að fyrsta minningin sé tengd hestum. Nú, hver er hún? Ég man nú ekki hvað það, já eins og ég segi, ég held að það sé bara einhver svona fyrsta minningin. Ég var með bandspotta, það var ábyggilega á Þorláksmessu og ég ætlaði að búa til beisli og gekk illa og var að reyna að fá aðstoð fullorðina við þetta og það var ekki nokkur leið. Það var engin tíma til að sinna því og þetta var nú oft í sambandi við hestana fannst mér að sko að það var ekki verið að, þeir voru náttúrulega vinnudýr á staðnum bara þegar ég er alast upp. En þetta var náttúrulega yndislegt að baxast í þessu. En það voru skinn og skúrir þar líka. Já, ég trúi því. Já, en þetta er allt ásamlegt í minningunni. Já, hvað varstu gamall þegar þú varst byrjaður að keppa eitthvað á hestum? Ég held að ég var ábyggilega 12 ára. Já, alveg harð fullorðinn bara. Já, blessuð vertu. Þá hérna keypti ég í 300 metra stökki. Þegar maður fær heiðursverðlaun þá kannski dettur einhverjum í hug, já, það er flott, nú sest ég bara í Helganstein. Nákvæmlega. En sem sagt, þú ert ekkert í þeim hugleiðingunum. Ég er svo barnungur. Já. Nei, sko, það kemur alltaf ykkur sem að hjólið heldur vonandi áfram og þá er gott að hafa reynslun og geta leiðbeint og hjálpað og stutt við og vonandi verður einhver sem að finnur framtíð í því að verða fatlaður í þessu líka eins og ég og reyna að halda keflinu. Já, það lítur að vera. Og halda áfram þessu starfi en það þarf þrautseigju og fólk þarf að hafa mikinn brennandi áhuga ef það ætlar að fara í þessa búgrein. Þú þekkir það? Ég þekki það, já. En þetta er náttúrulega fylgir þessu svo margt sko að lifa með náttúrunni, út í náttúrunni og fylgjast með lífinu dafna og vaxa. Þú talar þannig hestana þína. Þú veist, skapast svona vinskapur svona svipað eins og gagnvart fólki eða hvernig myndur lýsa því? Já. Þú heyrir þegar þú kemur í húsið að þeir þekkja þig, kemur viss hljóð. Ég býð þeim alltaf góðan daginn. Það sjálfsögðu. Það þýðir ekkert annað. Nei. Þegar ég kem á morgnana og þá er hort. Ætlar hann ekki að bjóða mig góðan dag? Á ekki að bjóða góðan dag. Jú, þetta verður, það er alveg pottþétt. Það er, manni þykir ofboðslega vænt hrossin. Og þau hafa líka skilað því. Það er engin einn sem er með hross með sér. Það eru ekki bara hestarnir sem hafa fylgt Baldvini alla tíð, en það hefur tónlistin gert líka. Baldvin hefur alltaf sungið mikið, hann hefur verið bæði eftirsóttur einsöngvari og einnig hefur dúettinn Rangarbræður verið vinsæll, en þar syngur Baldvin með bróður sínum, Baldri Baldvinssyni. Það er náttúrulega ofboðslega gefandi líka, sko. Það finnst mér. Og söngurinn hefur alltaf, ef maður kann að grípa til hans og notar það, þá göfgar hann mann og bætir. Við kveðjum þennan söngalska hestamann úr kynninni í bili og hlökkum til þess að sjá enn fleiri gæðinga frá Torfunesi á stóra sviðinu ókomin ár. Þær dreymir allar sól